Punktur.is. Komið sæl, það var skýjað á landinu og væta í flestum landshlutum, sérstaklega þá sunnan og austan til á landinu. Þessi lægð hér sem að veldur, hún búin að vera svona viðlandi við austurströndina í dag og hún mun halda sína leið svo áfram austurabóginn og við fáum hér dálítinn hæðarhrygg á morgun og það verður hæglætisveður en frekar svalt. En síðan fáum við hér heilmikla lægð, djúpa lægð til landsins seint á morgun og með suðaustan stormi og talsverðu vatnsveðri byrjar reyndar sem snjókomi að slydda fyrst en síðan fer það yfir í rigningu. Og síðan þegar lægðin verður komin hér norður á landinu þá fáum við svona suðvestlægar áttir með slydduéljum og síðan kemur norðanáttin við sögu seinna í vikunni. Kalt loft kólnar núna í nótt og verður víðast hvað vægt frost á morgun en síðan snarhlýnar þegar þessi skil komi við landið seint á morgun og síðan kólnar snöggt aftur þegar kuldaskilin eru farin yfir, þannig að það eru mikla sviptingar í veðrinu núna næsta sólarhringinn eða sólarhringana. Þetta staðan þá undir kvöld og það dálítið lægðadrag hér norður af landinu sem svolítið óvissa með en það gæti hvers svolítið tíma hér yfir Tröllaskaga og með snjókomu í nótt en annars að lagast veðri, það lægir smá saman, svolítið strekkingu núna austast á landinu, það lægir smá saman og dregur úr úrkomu en í fyrramálið þá verður svalt og víða bjart en þó svona síst hér við norðurströndina sem verða áfram einhver dálítil él og hæglætisveður en svona þegar líður á daginn að þá fáum við hér vaxandi suðaustanátt suðvestan til á landinu og þykknar upp en það léttir til hér á norður og norðausturlandi með deginum og þetta leyti svona seint á morgun að þá verður komin strekkings suðaustanátt við suðvesturströndina og orðið víða skýjað og líklegast svona há skýjaslægða yfir öllu landinu meira og minna. Síðan nú svona eitthvað dálítið drag hér sem gæti myndast en hann svolítið óvissa ennþá með það, þannig að það ennþá svolítið óvissa í kortunum en þess meginskilin hér kom inn og það taka við hríðarviðvaranir sérstaklega svona fyrst þegar skilin fara yfir þá verður þetta líklega snjókoma slydda og sérstaklega þá á fjallvegum þannig að gæti orðið erfitt að ferðast á milli landshluta í fyrramálið en þegar kemur fram á ekki í fyrramálið annað kvöld en þegar kemur fram á þriðjudaginn þá eru meginskilin farin yfir og farið að létta til hér á norðausturlandi en við tekur hér hvöss sunnan og suðvestanátt og með skúrum og svo síðan slydduéljum. Það fer svona svolítið kólnandi þegar líður á þriðjudaginn þannig að seinnipartinn líklegast breytist úrkoman í slydduél hér sunnan og vestanlands. Lægðin komin upp að landi nánast vestan við landið en við sjáum að hitatölur eru nokkuð háar en þær eru lækkandi svona þegar líður á þriðjudaginn og svo afgerandi frost á öllu landinu þegar norðanáttin tekur við á miðvikudaginn. Það verður hríðarveður norðan til á landinu meira og minna en svona skýjað að mestu sunnan til en þurrt að kalla. Gæti slæðist einhver snjókorn svona sunnan til svona við Faxaflóa fyrir partinn en það verður ekkert skárra veðrið á fimmtudaginn, verður áfram allhvöss eða hvöss norðanátt og hríðarveður fyrir norðan áfram og talsvert snjókoma, sérstaklega norðaustan til en gæti svona eitthvað sést í sólar sunnan til. En þetta fer ekki að lagast fyrir í lok vikunar, gengur norðanáttin líklegast niður. Í Skandinavíu þar versnandi veður, svona sérstaklega í Noregi en yfirleitt svona hæðarsvæði hér inn á meginlandinu og ágætis veður en frekar svalt og það svona helst að þá þessi lægðarbóla sem búin að vera yfir Ítalíu, hún komin eitthvað austar en svo það þessi mikla lægð hér sem að veldur rigningu á Kanaríum til að mynda en látum þetta gott hitt í kvöld, verið sæl.